Ráð með Ásráði. Já, komið blessuð og sæl og verið velkomin aftur í ráðleggingu á horni Ásráðs. Munið bara eitt, hérna er eitt gott ráð, hlusta á Ásráð. Og svo er bara, það er margir búin að senda mér alls konar svona bréf, sum eru mjög leiðinleg, en svo er önnur sem eru ágætt. Og það er fullt af fólki þarna úti sem á ekki neitt líf, sem er mjög gott mál. Daginn þá fekk ég á asraður@vitleysa.is eitt gott bréf. En það var frá manni sem var að berjast við mikla kynlífsfíkn. Hann sagði að allan daginn var hann bara að hugsa kynlíf og klám og hann var að skoða þetta á netinu. Ég skil nú ekki alveg vandamálið. Þannig að ég ákvað bara að senda honum tilbaka eitt gott ráð. En það var það bara að ég myndi bara hætta í vinnunni og svo myndi ég bara fara og kaupa mér eitthvað svona strætókort. Það er mjög gott að kaupa rauða kortið, það dugar í 3 mánuði og sparar mikið pening á að kaupa það. Staðið að kaupa alltaf strætó hverjum degi og safnast þegar saman kemur. En myndu samt að taka alltaf skipti með það með, af því að þú getur alltaf týnt þessu rauða korti í miklum hamagangi ef þú ert eitthvað mikið að hristast. Svo myndi ég bara fara og taka eitthvað góða strætó, bara til dæmis leið númer 7 eða eitthvað mjög góð leið. Svo myndi ég bara fara eitthvað nógu langt í burtu. Svo myndi ég bara finna mér eitthvað góðan stað og kannski fara inn á eitthvað almenningssalerni og læsa að. Svo myndi ég bara taka út af mér hann Jón Tómas og svo bara gjörsamlega klappa á stúfnum og bara algjörlega klappa og strjúka skjaldbökunni, svíkja hér hann alveg gjörsamlega í tætlur, alveg að merja þetta þá til að það er ekkert eftir. Þannig að það er eiginlega bara mitt ráð og ég vona að þið seldi áfram að senda mér ykkur svona, bara ykkur bréf svona vandamál og kannski líka senda mér símanúmer eitthvað með ykkur. Með postinu, þá get ég kannski hringt og leiðbent ykkur gegnum síman og kannski sýnt ykkur smá hvernig á að gera þetta. Munið bara eitt í lokin, hérna er eitt gott ráð, hlusta á Ásráð.